borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að gera fjármál hverfanna aðgengileg og fyrst tekur til máls Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggjum fram eftirfarandi tillögu sem hljóðar svo: Borgarstjórn samþykkir að upplýsingar fjármál hverfanna verði gerðar aðgengilegar á vef borgarinnar. Þannig verði skilgreint hvaða kostnaður verði til vegna þjónustu og framkvæmda í þágu íbúa ólíkra hverfa. Með tillögunni fylgir greinargerð sem hljóðar svo: Borið hefur á því að borgarbúum finnist að ójafnt sé skipt hvað varðar fjárfestingar í ólíkum hverfum borgarinnar. Mikilvægt að gera fólki kleift að fá upplýsingar hvað þetta varðar. Því lagt til að útbúin verði sýn á fjármálaleg gögn eftir hverfum, þannig að sjá megi hvernig útgjöld skiptast. Skoða verði hvaða kostnaðarliðir falli undir þá skilgreiningu að vera í þágu íbúa hverfanna, þau gögn dregin saman til að auðvelda aðgengi. Eins verði skoða hvaða liðir eru miðlægir og eru þess eðlis að þeir eigi ekki heima í einu hverfi frekar en öðru, heldur nýtist öllum íbúum. Þessi tillaga nú svo sem ekki flókin, en við höfum ofta rætt hana, kannski ekki formlega eins og við viljum að við gerum nú og helst að við vonandi getið þið samþykkt það að þetta sé mikilvægt verkefni. Nú svo komið að tæknilega ætti þetta ekki vera erfitt. Það sem erfitt hugsanlega eða smá tímafrekt, það vel hægt, en það þarf að skilgreina svolítið hvað á að fara undir þessa flokka og auðvitað leggja í það einhverja smá vinnu. Nú það auðvitað svo að við höfum verið að birta fjármálaleg gögn svona myndrænt, þar sem að búið að draga þau saman og hægt að fá mjög auðvelda og góða yfirsýn eftir málaflokkum og alveg grafa sig ofan í málaflokkana. Þetta auðveldar auðvitað fólki verulega að bera saman og átta sig á stærðum, átta sig á kostnaði og hvernig í raun og veru fjármál borgarinnar líta út. Það skiptir okkur hér auðvitað miklu máli að fólk út í bæ sinni eftirlitshlutverki, fylgist með því hvað að gerast og því að það okkur afar verðmætt ef að fólk gerir það. Því betur sjá auga en auga og það held ég líka bara svona lýðræðislegt hlutverk okkar að opna á svona sýnir. Þannig að ég vona auðvitað bara að fólk hér í þessum sal taki jákvætt í þessa ágætu tillögu. Hún byggir auðvitað svolítið á því að við höfum öll heyrt svona bera á því að fólk telji einhverja ójafna skiptingu milli hverfa. Það sé verið að fjárfesta meira í einu hverfi frekar en öðru og þetta kallar á einhvern ríg milli hverfa. Að einhver óánægja verður sökum þess að fólk bara hefur ekki gögn hvernig verið að fjárfesta. Og ég held að það sé mikilvægt því að nú get ég til dæmis ekki svarið að það sé ekki ójafnt skipt, ég veit það ekki og þetta þurfum við að setja svolítið niður og horfa í því auðvitað við líka gæta þess að það sé jafnræði meðal íbúanna. Við séum að skipta eins vel og við getum. Svo auðvitað geta orðið þarna, það þarf eitthvað að horfa í það að fjárfestingar í hverju fyrir sig hafa kannski gerst á ólíkum tímum. Það nýbúið að fjárfesta í nýju hverfunum og langt síðan fjárfest var í eldri. Þannig að skoða þar hvernig við berum þær upplýsingar fram. Ég held að þetta sé allt saman til, þetta sé allt saman fært og eigi ekki að taka langan tíma, né vera verulega kostnaðarsamt fyrir borgarbúa. Hins vegar mun að skila okkur öllum svona betri heildarsýn á fjármálaleg málefni borgarinnar og ég bara get ekki séð ástæðu til þess að fara ekki í þetta verkefni.
Þannig að ég vona að meiri hlutinn og aðrir í minni hluta en sjálfstæðismenn taki vel undir tillögu okkar þetta mál. Takk. Það Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, lúki máli sínu og næst tekur til máls Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi. Allir að taka til máls, borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Bara hækka loftræstinguna. Forseti, borgarfulltrúar, við tökum undir tillögu Sjálfstæðisflokksins að fjármál hverfanna verði gerð aðgengileg. Það líka spurning hvort að það sé hægt mér skilst að það sé tæknilega ekki hægt að upplýsa tekjur borgarsjóðs eftir hverfum, en ef að það ekki rétt hjá mér eða það í rauninni hægt, að þá væri mjög æskilegt að það var einnig hægt. En mér langar í þessu sambandi að vekja athygli á því að í 28. október 2014 að þá lagði áheyrnarfulltrúi Framsóknar og flugvallarvina í hverfisvegi Grafarvogs fram tillögu eða fyrirspurn þar sem var óskað eftir annars vegar heildartekjum borgarsjóðs vegna Grafarvogs og hins vegar upplýsingum með yfirliti yfir stærstu útgjaldaliði borgarsjóðs sem snúa beint að hverfinu. Og þessi fyrirspurn var lögð fram í október 2014 og þar af leiðandi var verið að biðja þessar upplýsingar fyrir 3 síðustu ára undan. Nú auðvitað komið árið 2017 og það sem bagalegt í þessu það að hverfisráðsfulltrúi Framsóknar og flugvallarvina hefur nokkrum sinnum ítrekað þessa fyrirspurn sína og meðal annars óskað eftir því ítrekunum að þetta verði sent til fjármálaskrifstofu og einnig til stjórnsýslu og lýðræðisnefndar og það var gert 15. desember 2015 það sem var sérstaklega óskað eftir þetta sent á stjórnsýslu og lýðræðisnefnd vegna þess hversu seint og illa hafi gengið að fá svör við þessari fyrirspurn. Núna komið maí 2017, í rauninni 1,5 ár frá því að það óskað eftir því að stjórnkjöris- og lýðræðisnefnd eða lýðræðisráð hefur þetta væntanlega átt að vera kanni þetta, auk þess sem nú í rauninni liðin rúm 2,5 ár frá því að fyrirspurnin var lögð fram. Og þetta auðvitað allt of langur tími. Þarna eingöngu verið að biðja upplýsingar, annars vegar tekjur og stærstu útgjaldaliði eins ákveðins hverfis og það hefur ekki verið hægt að svara þessu núna á rúmum 2,5 ári. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, lúki máli sínu og næstu tekur til máls Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi. Forseti og borgarstjórn. Ég ætla að byrja á því að segja að mér finnst það ágætis hugmynd að sundurgreina eftir hverfum eins og hægt bæði útgjöld og tekjur. Ég held að það sé sennilega mikilvægur, jafnvel nauðsynlegur liður í því að viðhalda svona ákveðinni hverfaskiptingu og sjálfræði hverfa. Upplýsingar gefur náttúrulega lykilatriði í því og það að þau geti dálítið vaktað það sjálf hvað að gerast á hvaða stað fyrir sig og eins og borgarfulltrúin Áslaug María Friðriksdóttir rekur að þetta sé ekki á einhverjum grunni þar sem að talað út frá einhverjum grun eða tilfinningu, að þetta sé bara upplýst umræða sem að mun þá hjálpa til að viðhalda jafnræði á milli hverfa. Það fínt að hafa þessa yfirsýn og ég held að það sé líka rétt að það eigi ekki að vera margar tæknilegar hindranir í þessu núna þegar við erum komin með þessar lausn við birtingu fjármálagagna sem á að bjóða upp á mjög mikla möguleika.
Við í stjórnkerfis- og lýðræðisráði erum nú að vinna með fjármálaskrifstofu að því að setja upp planum næstu skref í því og hvað sé fýsilegt og raunhæft. Þetta getur fyllilega átt heima þar. En það sem að borgarfulltrúinn Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir rekur fyrirspurnina á Grafarvoginum, ég þurfti nú að fá tíma til að fletta því aðeins upp en ég man allavega til þess að þetta var tekið fyrir í ráðinu og minnir nú endilega að við höfum gefið ykkur svör sem að bárust frá fjármálaskrifstofunni sem að voru þess efnis að þetta væri allavega ykkurum vankvæðum bundið að sundurgreina þetta, en þetta er þá bara eitthvað annað sem að eitt atriði sem að þarf að vera undir þeirri vinnu að vinna þessa tillögu og skoða hvort að þetta er raunhæft og hvað standi þarna í vegi mögulega og hvað þurfi þá til að þetta sé hægt. Af því að þessi gögn hljóta að vera til, það er bara spurning hvernig þau eru skráð og hversu auðvelt er að taka þau saman. Þannig að ég held að það fari best á því að vísa þessu enn og aftur til fjárhagsáætlunargerðar. Þetta er heima á þeim vettvangi og þaðan sé hægt að vísa til dæmis til umsagnar eða vinnslu í stjórnkerfis- og lýðræðisráði og borgarráði eftir því sem við á. Þá hefur borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir óska eftir því að taka til máls. Forseti og borgarfulltrúar, ég bara þakka fyrir góð viðbrögð. Ég er bara mjög ánægð með það að við sjáum þetta sömu augum og bara tek undir að bara það er algjörlega þannig að þú veist, við náum betur utanum alla umræðu og fólk einhvern veginn er stöðugra í umræðunni ef við erum með staðreyndir undir. Og það er okkar hlutverk að reyna að koma þeim eins vel til skila og við getum. Þannig að ég fagna því verulega að hér eigi að taka undir tillöguna og vísa henni til meðferðar eða vísa henni inn í fjárhagsáætlun stjórnkerfis- og lýðræðisráðs og legg bara til að það verði gert. Borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu. Á fundinum hefur komið fram málsmeðferðar til að vísa tillögunni til gerð fjárhagsáætlunar. Langar mig rosalega að biðja borgarfulltrúa að koma inn í borgarstjórnarsal. Eða væri séns? Nei? Það væri ofsalega gott ef að borgarfulltrúar kæmu inn í borgarstjórnarsalinn til þess að við getum greitt atkvæði það að vísa tillögu þessari til gerð fjárhagsáætlunar. Borgarfulltrúar sem samþykkja það gefi merki. Einhverjur á móti. Það er samþykkt samhljóma. Og flokkar áskilja sér rétt til bókunar undir þessum dagskrárlið allir sem einn. Við förum í 3. mál sem er tillaga